Það var líf og fjör á stúdendakjallaranum í gærkvöldi þegar uppistandskeppnin Fyndnasti háskólaneminn fór fram. Keppnin er haldin á vegum Félagslífs- og menningarnefndar Stúdentaráðs Háskóla Íslands og er orðin fastur liður í félagslífi stúdenta. Keppnin var góð upphitun fyrir árshátíð SHÍ sem haldin verður í Valsheimilinu á morgun. Í kvöld keppa háskólanemar á stúdentakjallaranum titilinn Fyndnasti háskólaneminn. Allir stúdentar á Íslandi geta tekið þátt og þurfa þeir að flytja uppistandið á annarkvort íslensku eða ensku. Dómnefnd kvöldsins sem að sér alfarið að ákveða sigurvegarann var Egill Andrason, Inga Steinunn Henningsdóttir og Oddur Sigurðarsson sem var fyndnasti háskólaneminn 2025. Þegar kemur að því að dæma líta þau til margra þátta á við efnistök, flutning en einnig hvernig salurinn bregst við bröndurum. Mikil stemming var í salnum og það var boðið upp á frían bjór á meðan keppnin stóð. Fríi bjórin eru þú og þín búin að nýta ykkur það mikið í kvöld? Sko ekki nógu mikið finnst mér, ég er á bíl svo ég er að vera ábyrg en mér finnst rest bara vera aumingjar og ekki standa sér nógu vel í þessu. Eftir 6 skemmtilegu uppistandsatriði var það Pétur Már Hjaltason nemandi í íslensku sem stóð uppi sem sigurvegari. Í öðru sæti var Arnar Borg og í þriðja sæti Fannar Gíslason. Hvernig leggst sigurinn svona í þig? Mér líður mjög vel, þetta er mjög erfitt Ármann fór bara svið en núna ég skil alveg að maður getur fengið svona smá bakteríu fyrir þessu en þetta mér líður mjög vel. Hvernig undirbýr maður sig fyrir svona keppni? Ég var að vinna með að vera svona klaufalegur en það var maður þarf samt alltaf að æfa sig og renna í gegnum stöffið og taka tíman og svona. Maður var búinn að gera mörg uppgöst og svo raða maður bara í besta svolítið saman. Ætlarðu að halda áfram í uppistandi? Þetta var skemmtilegt, ég er bara að sjá til. Safna í banka þegar páskarnir fara að banka. Ég heiti Pétur Már, ég tala ykkur Epstein og Biblíuna og söng páskarlag, takk fyrir mig og